Lárus Jónsson, þjálfari. Síðasti leikur var býsna skemmtilegu leikur. Áttum von á miklum hörkuleik en var kannski aðeins auðveldari heldur en menn byggust við, en sigur engu að síður. En á morgun það Snæfell og það lið sem er þannig að sem við myndum kannski segja, verður þetta ekki bara leikur kattarins á músinni? Þetta svona fyrirfram ætti þetta að vera auðveldur leikur svona fyrir okkur og ég bara svona vonandi að vera leikur sem að við mætum í og allir verið tilbúnir og bara tilbúnir til að leggja sig fram og hafa gaman að þessu. Og rauninni þá skiptir engu máli hverjum ert að mæta. Bara þegar þú ert búin að reyma á þig körfuboltaskóna þá áttu bara að vera full. Svo náttúrulega eins og í síðasta leik þarna koma nokkri, ég alltaf að tala um þetta kannski verið klísi að við erum að nota þessu ungu stráka drengjaflokksleikmenn sem að koma inn á móti sterku liði eins og Hamri, standa sig vel. Má þá ekki alveg búast við því að þetta séu strákar sem að fá í aukinn spilatíma á morgun? Jú, ef að leikur þróast þannig að við náum upp ykkur forrættu þá náttúrulega sjálfsögðu reynum að nota þá bara eins mikið að við getum og svo það bara undir þeim komið hvernig þeir nýta þær mínútur sem þeir fá. En náttúrulega eins og ég var að segja við Róbert Orra að hver mínúta sem að ungir leikmenn fá, þetta tikkar í reynslubokkan. Já, þetta náttúrulega telur þegar þú fara að spila á móti svona reynslu mönnum eins og Darrell Flake sem spilað með Snæfell. Hann búinn að spila hérna í mörg ár og ég man bara þegar hann spilaði með Fjölni og ég spilaði ekkert á mótunum þá held ég hann að vera með 38 stig og 18 fráköst í efstu deild. Þannig að þeir eru að fá að spreyta sig á móti manni sem hefur marga fjörun á súpið. Þannig að það gaman fyrir það að fá að spila á móti svona legend. Þetta náttúrulega alveg með ólíkindum að þessi maður skuli ennþá vera að hoppa inn á vellinum og góður eins og hann í raun og veru. Já, hann hefur reynið bara breytt leiknum með sér ótrúlega mikið núna síðustu ár. Hann var bara mikið undir körfunni og með rosalega góða tilfinningu fyrir körfunni, erfitt að stoppa hann. Og núna búið að hægast aðeins á honum, en hann er með rosalega hraðar hendur en þá, þannig að hann getur notað það í vörninni og svo hann orðin bara alveg svínhittinn. Og menn náttúrulega þó að hægist á þá, náttúrulega bara að finna sér einhvern ný hlutverk, styrkleika sinni einhvers staðar annars staðar? Já, hans helst styrkleiki núna í dag er bara svona leiðtogahlutverk og hann spilaði með Skallagrími fyrra sem fóru beint upp og hann var bara eiginlega stór hluti af þeirra árangri. Hann eiginlega leiddi liðið áfram bæði sókn og vörn og bara var svona algjör leiðtogi sem batt liðið saman. Þannig leikmenn eru mikilvægir og líka bara mikilvægir inn í klefann bara til að halda móralnum gangandi yfir langt tímabil. Og þetta er auðvitað bara það sem við erum að sjá í öllum íþróttagreinum að reynslan alveg svona reynsluboltar, þetta verður seint ofmetið. Já, þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þetta stundum þetta þannig bara í NBA-deildinni. Það er bara að splæsa í einn leikmann bara hafa hann bara í hópnum og bara borga honum góðu laun, bara áttaðan góður en klefa. Hvernig leggjum við leikinu á morgun? Er það bara að sjá svona framan að hvernig þetta þróast, hvernig þetta spilast? Nei, við ætlum bara að leggja leikinu þannig upp og við ætlum bara að koma mjög aggressífir og reynum bara að spila eins og við viljum spila og við erum bara að fara yfir svona ákveðnatir í vörð sem við viljum ekki pröfa á morgun og sjá hvort við getum notað það í framhaldinu eða þá hvort við þurfum að bakka út úr því og fara aftur í samvangalan farið. En allan að menn leggja upp með ekkert annað í sigur? Já, við gerum það náttúrulega bara í hverju mínútu leik, alveg sem að móti hverjum við spila. Gangi vel. Takk fyrir það.